Góðan daginn, kæru vinir, og við eins og fyrr bjóðum ykkur velkomin til þáttarins og erum með hann og svipara línu og verið hefur og einkum og sérlagi færi drottinn öll völd hér og við temjum og venjum okkur við að tala bara það sem hann vill tala og ég held við getum alveg verið sammála því sem kristið fólk að það nú betra hinnum og það heiti viss samkvæmt orði biblíunnar að vera dáin sjálfum sér og er það ekki það sem við keppustum eftir og viljum ná og hafa sem markmið? Jú, við viljum það og getum við ekki alveg verið sammála að það sé bara gott markmið, ég held það að vera frjáls og frýr undan þessari umræðu sem í gangi og við erum að hnjóta vegna þess að þetta allt í kringum okkur. Er það ekki bara notalegt að vera ekkert þáttakandi í þessu? Verandi með einhverja lausnir á hlutum sem við höfum engar lausnir á og ég segi, hættir bara þeirra á að hætta. Við getum svo sem verið ósammála þetta og erum alveg pottþétt ósammála þetta og finnst við geta gert ýmislegt. Við getum gert nefnilega ýmislegt. Og hvað er það besta og mesta og helsta sem við ættum að gera? Það liggur fyrir. Akkur heldur þú, vinur minn og vinkona, að kirkjan sé í heiminum? Hún er til að benda á þessar lausnir sem við höfum ekki, en kirkjan hefur, vegna þess að hún beinir spjótunum sínum að einstaklingi. Ég er einstaklingur. Í dag á hinn krossfestu og uppreisni Jesús þannan mann og hann söðlaði í hjartans og hvað gerðist með því? Jú, hann fór að hugsa öðruvísi. Hann fór að vera friðsamari. Hann fór að átta sig á að sumt getur hann ekki gert en svo áttaði hann sig líka á að það væri svo margt sem hægt var að gera sem breytti og þá erum við með hringutanum orðið trúboð vegna þess að trúboð sem snertir við manni og konu breytir viðkomandi. Já, þetta er ekki það sem heimurinn er að boða vegna þess að heimurinn þekkir ekki Guð en við þar með eigum ekki að telja okkur bara skák og mát manneskjur sem getum ekkert gert. Þessi umræða sem við erum með uppi núna hve mörg af okkur réttum upp hendi og segjum hei, ég hef heyrt þetta allt áður og hve mörg af okkur horfum ekki upp frá þessari niðurstöðu og segjum við okkur sjálf hei, það hefur ekkert breyst. Hver eru öll að ráðin? Akkur eru þau ekki að virka? Þetta eru heilbrigðar spurningar sem að þó vakna ekki vegna þess að í heiminum er synd og syndin er ekkert að uppljóstra þessu neitt. Þegar syndin vill bara fá að vera synd og hún vill fá að vaða allt eins og hún gerir og meira með syndina, syndin lýgur og er ekki upptekin við það að ég og þú við fáum til okkar sannleika. Og við segjum sem höfum aðgang að sannleikanum, við erum ekki sannleikur en við höfum aðgang að sannleikanum og hann er að tala til mín og þín orð sem eru komin frá öðrum en þessum manni, þau eru komin frá hæðum og hæðir hafa allt sem við þurfum af öllu og hér erum við að ræða það sem hæðir vilja segja og þeir segja og þær segja boðaðu trúna á Jesú Krist
og taktu sjálfa þig sem viðmið hvers vegna. Og hvers vegna? Vegna þess að trúin breytti söðlaði í þessum manni. Og hann segir í dag, gerði það strax, ekki sami maður og var. Í afstöðu, í hugsun, í verkum. Og hann segir, við breytum ekki heiminum með orðavali, með skoðunum okkar, með hugmyndum okkar, vegna þess að skoðanir okkar, svo sem góðar og gildar og flottar, það sem þarf að breyta manneski. Og hvernig ætla ég að gera það? Ég get það ekki. En ég þekki hann sem getur það. Og ég veit hvað hann gerði í mér, að allt snerist til þess áttar sem nú heitir Guðs vegur. Þessi vegur var mér lokaður, en ég sá eftir endurfæðinguna að var opinn. Takt eftir því, var opinn alltaf, en mér var meinað að sjá opinn veg vegna þess að það var hula fyrir. Og hver bjó til þessa hulu? Syndin. Og hún hérna á þeim stað sem við vorum á áður, sem að núna tilheyrum Kristi. Og það sama í gangi þar, að þessi hula þarf að fara. Og meðan hulan fer ekki, þá verða þessi skoðanaskipti uppi að leysa þetta, samt kemur engin lausn. Það kemst á friður. Veist af hverju kemst á friður? Í grunninn vegna þess að þegar að þeim punkti kemur, eru allir búin að fá sig upp í háls á þessu stríði sem eru að geisa hér og hvar. Að stríð geysi engin ný bóla. Við munum eftir seinni heimsstyrjöldinni, við vitum af henni, kannski lifði hana einhver sem upp í dag, þetta orðið það langt síðan að hún hætti. Þá var gripið til svo margra ráða, elsku vinur minn. Sameinuðu þjóðirnar, og ég veit ekki hvað var búið til. Úr því dæmi kom til að mynda nokkrir angar, einn angin NATO. En blekið var þotnað á þessum svakalega flottu myndum sem við erum að draga upp. Þetta eru merkilega myndir, það er ekki hægt að neita því. Þá kom í ljós kalda stríðið. Og það var ekki löngu eftir stríðslok. Stríðslok eru 45 í maí. Kalda stríðið komið upp eftir 60. Það er kannski 15-18 ár þarna á milli, sem ekki langur tími. Og kalda stríði varð svo alvarlegt að menn voru alveg orðnir logandi hræddir þá voru komið kjarnorkuvopn að ýttir á rauða hnappinn. Það leit allt út fyrir það að þetta yrði, en það varð ekki. Þannig við sjáum að eitthvað vantar og eitthvað ráðaleysi í gangi sem við getum ekki handlað. Okkur ekki gefið að handla það. Þess vegna þurfum við sem þekkjum leiðirnar að hverfa frá þessu og að Kristi og segja Drottinn, hvernig vilt þú að ég tali þitt orð? Og þá horfum við til mín sjálfs. Hvernig hugur og hjarta snerust frá því sem var, ráðaleysinu sem var, yfir til ráðana sem Guð hefur fram að færa. Og hverju breytti það? Öllu. Ég fullyri það.
verður maður þá vinsælasti maður í öllum heiminum? Ef þú ert eitthvað að velta því fyrir þér, þá segi við þig nei, þú verður það ekki. Af hverju? Eftirleiðis myndu tala gegn syndinni. Og þú gerir meira, þú ert orðin velaðir í orði Guðs og þú sérð aðferðirnar sem notuðu við Krist og þú, vegna trúarðinnar og þekkir orðið nokkuð vel, fer að spyrja þig, en akkur ætti ég þá að sleppa við þetta? Og þú myndi ekki sleppa. Að því að syndugur heimur er samur við sig og hann getur ekki neitt annað. Leiðirnar opnast með boðun Jesú Krist sem lýkur upp hjarta einstaklings og hann er megin mál þessa efnis. Umsnúningur í hjarta mínu breytir allri sýn sem ég hef á öllu í kringum mig og ég segi, þetta er leiðin. Ég sá það þá og ég hef ekki veiklast í því að þetta er leiðin. Sérðu þessa leið? Allavega get ég ekki opna leiðina fyrir þér. En ég get sagt þér frá Jesú og ég get beðið fyrir þér, beðið Jesú að leysa þig undan villusýninni sem þú ert með og við erum öll með þessa villusýn. Við erum bara með það sem heimurinn er að bera okkur. Við höfum ekkert annað. Þangað til ykkur kemur og trúin fyrir að virka. Þá nefnilega fara tjöldin í sundur og þú segir við sjálf við, hei, þarna er vegur. Já, þetta var þá rétt þegar ég las í biblíusögunum í skólanum í Galanda að það væri annar vegur til heldur en við þekktum. Af hverju þekktum við hann ekki? Að þið þekktum ekki trúna. Við þekktum ekki Jesú. Hann er vegurinn. Hann breytir því sem breyta þarf og þú sérð að þú ert komið frið í hjartanu og maður og kona með frið í hjartanu ásælist ekkert. Hún lærir að treysta Guði vegna þess að hún er að læra orðin og hann segir, orðið segir, ég mun vel fyrir sjá. Og út á þetta gengur trúin og þess vegna erum við daglega að styrkja okkar eigin trú. Því að þetta snýst mitt líf. Og Kristur nógu öflugur í mér hvetur mig til að segja frá því sem hann er. Og ég tek við þessu, sé og skynja og skil að þarna eru ráðin sem við þurfum að blína á. Og hvað finnum við þessi ráð? Það heitir orð Guðs. Bókin heitir Biblían. Þú er heilt að tala það. Þú er oft viljað helst brennana upp til agna. Þú varst með því að útísinna út úr skólum, grunnskólum landsins. Segjum það? Já, þú varst það. Því að þú styður það ekki að þetta fari aftur inn. Nema þú sér trúið manneskja eins og ég. Þegar þetta fór út, ég var kannski ekkert sammála því, ég var alveg sammála því að þetta væri inni. Hvað gerði ég? Ekki neitt, frekar en aðrir. Og maður svo sem gerir ekki mikið, en ég stiða 100% í dag að þetta fari þó inn aftur. Því skal ég lofa þér. Að því vil að börnin
fáið þessa kennslu, eignist eitthvað grunn þar, því aldrei er að vita hvað fylgir þeim út í lífið, því að lífið kemur. Æsku árin, það slokknar á þeim og upprís fullorðin manneskja sem fyrir að takast á við lífið sem fullorðin manneskja. Öryggi og tryggð heimilisins er ekki lengur það sem þú hefur aðgang að. Þú þarft að sjá þig sjálfur. Nú er ég að tala auðvitað fólk sem lifir við eðlilegar aðstæður heima fyrir. Ég vil nú meina það að það sé nú oppi manna, en því miður er annað inni líka og það vitum við. Nei, vinnin, skólinn þarf að taka við sér aftur, en ég sé enga leið að það verði, vegna þess að andstaðan við þetta er svo mikil. En það er ekki neitt sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Ef Drottinn vill, verður það. Þannig er það nú. Og hann mun sýna okkur það enn og aftur hvað við erum lítil og máttlaus. Og hversu oft hefur hann ekki sýnt það hversu lítil og mjög máttlaus við erum. Já, við horfum á stríð. Það verður að brytja niður fólk. Það verður að leggja borgir í rúst. Við veitum ekkert hvernig við eigum að stoppa þetta. Ekkert. Það er nú málið. Er það ekki annars rétt? Ef við vissum það, þá hefðum við ekki farið í neitt stríð. En við sem trúa fólk vitum hvernig við byrgjum brunnin til að barnið detti ekki niður í hann. Við höfum nefnilega ekkert verið að byrgja brunnin og börnin hafa dottið niður í þennan brunn. Hvert og eftir öðru. Við setjum ekki upp varnirnar sem hverjum og einum manni er ætlað að hafa hjá sér, og það er trúin á Jesú Krist og ekkert minna heldur það. Þetta er boðskapurinn sem kannski einhver segir að sé háskalegur boðskapur. Svo langt eru nú sumt fólk frá því sem er að gerast að það jafnvel tekur upp þessi orð, háskalegur málflutningur. En samt er hann málflutningur lífið sjálft, verk Krist, göngu Krist, það sem hann sagði og kendi, og sætti sjálfur ofsóknum fyrir, og við veitum hvernig það endaði á krossi. Og við sjáum, ef við lesum aðdragandann og hvernig það allt saman var, hversu miskunnarlaust og harðneskjulegt þessar aðferðir voru, krossfestan. Sjálfum þeir, öðrum getur þeir bjargað, en sjálfum þeir getur þeir ekki bjargað, sögðu menn, þar sem hann var neldur og höndum og fótum, sárkvalinn. Það var enga miskunn að finna í þessum hópi, enga. Sjálfum öðrum bjargarðu, en sjálfum þeir getur ekki bjargað, og þeir hrustu bara höfuðið í fullri hneykslu. En þetta allt saman gerðan til þess að ég og þú í dag gætum verið að tala eins og við tölum og sagt, hann er leiðin. Við nefnilega eigum til skilningin sem að segir við okkur í sanni, og við tölum út í sanni, hann er vegurinn. Hann er lausnin, hann er svarið sem við þurfum. Ekki þessi stóru batteri. Þau eru ekki svarið. Ég held við getum alveg verið sammála það að þau eru ekki svarið. Því miður segi ég. En þessi leið er til, leið trúar, leið Jesú Krist er til,
Hún gefin öllum. Það engin maður þannig sé fyrirfram eitthvað útilokað frá því. En mitt og þitt og okkar skylda, það skyldu Guð á okkur, að segja mönnum frá þessari leið. Og hér erum við að tala leið sem að Drottinn talaði fyrir 2020 árum, eitthvað svoleiðis, þetta líður allt. Og við skulum heldur ekki gera neitt lítið úr því. Það alltaf einhverjir sem að þekkjast þetta boð, alveg eins og ég, alveg eins og þú, sem nýtur boðskaparins. Ekkert endilega vegna þessi maður að tala. Þú nýtur boðskaparins sem að fólk, guðsmenn og konur eru að tala. Og þú komið með sjálfan þig á þann stað að þú ert í raun ekkert að upphefja einn á kostnað annars. Þú bara tekur við orðinu og þeir eru sama hver flytur þér orðið. Það er rétta hugsunin. Hitt heitir goggunaröð og er ekki það sem að Kristur er að boða. Hann vill ekki að við séum með goggunaröð. Hann segist líta á okkur sem jafningja. Hann sé bara jafnhátt fólk, þannig séð innan gæsalapa. Málið er að hann á þetta fólk, hann setti í þær gjafirnar og hann er að nota sínar gjafir í, þú bendir á þig, verkum hjá sér. Og hvað kemur út úr því? Hann er að tryggja það komi það besta út sem hægt er að fá. Kemur mér í raun og veru ekkert við. Ég er dáinn sjálfinu á akri Guðs og ég trúi því að sama gild þig. Sé ég ekki dáinn sjálfinu en er samt á akri Guðs, þá fer ég fram í hroka. Og það leiðir aldrei til neins góðs. Hroki kemur að því að einhver blinda komst upp fyrir mínu augu. Ég sá ekki rétt það sem Guð er að segja. Og þegar ég er manneskja, þá fer að bálast upp í mér einhvað sem að ég kalla í dag mikillæti, en orð Guðs talar hroka, sem er stór hættulegur, hvort sem er mér eða þér. Þegar að trúaða maður tekur inn hroka, þá skulum við biðja bænirnar okkar. Því hann mun ekki leiða neitt gott af sér. Hver andhverfa hrókans? Þú veist það, að ég veit að þú ert að lesa orð Guðs. Og hvað segir orð Guðs? Orð Guðs talar auðmýkt. Auðmýkt. Frammi fyrir Guði. Orð Guðs bendir á Davíð, sem að orðið segir eina manneski sem orðið talar með þeim hætti, maður með hjarta að mínu skapi, var það ekki þannig? Þetta fær Davíð. Drottinn vill líka gefa þér þessi ummæli og meðmæli. Getur hann það? Ef þú breytir samkvæmt vilja Guðs, þá getur hann það. Þannig við höfum markmið. Við höfum eftir svo mörg að sækjast. Við verðum ósköp þakklátt að því við erum að nema af orði Guðs. Við segjum, heimurinn hefur ekki svörin. Hefði hann svörin, þá væri hann líka búinn að nota þau. En hann hefur ekki svörin. Hann talar vandamál og það vext öllu fólki upp fyrir höfuð. Það sér ekki orðið út fyrir vandamálum. Já, ég er mjög þakklátur maður fyrir það að eiga mína trú og þurfi ekki að vera inn í þessu vesinni. Hafa áhyggjur af því sem ég ræð hvort er engu kom engan veginn á en er kannski í.
en maður hefur frið fyrir þessu öllu að því maður þráttur allt blínir á lifandi Guð og það skal vera mitt hlutskipti og það er það sem að ég að hvetja þig til og vil að þú sért undir og í. Það getur verið þitt hlutskipti. En okkar skylda sem trúaramanna er að boða. Fá menn til að blína á Krist, tala út orðið hans, leyfa því að vinna sitt verk og meira, trúa því að Drottinn vinni sitt verk gegnum sitt orð. Ég hef oft vitnað það, og þetta er sannleikur í mínu lífi, að ég fékk minn aðdraganda að því sem ég á í dag, gegnum vinn minn, og ég oft talaði það, við bjöggum á sama stað, í sitt hvoru kjallaraherbygginu við Garðarsræti í Reykjavík, rétt hjá Naustinu. Og þessi ágæti maður hafði þann sið að koma yfir til mín, við ræddum oft málin, og hann var með lítið kver í Biblíunni og hann var nú svo djarfur, og var nú svona ákveðin djarfsla í honum, sagði, má ég lesa fyrir þig konni upp úr þessari bók? Já, endilega, lestu fyrir mig. Og hann las og ég hlustaði, orðin fóru bara, veist hvernig þetta er, en ég leiði honum að lesa, skipt mér ekkert að því. Ég man ekkert hvernig mér leið undir þessu, ég heldur mér ekki leiði illa allavega, en ég tók nú ekki við neinu, það er annar mál. Og svona, sem sagt, líða einhverja vikur, og hann kemur alltaf annars slagi, ég var ekki á hverjum degi, ég var ekki alltaf, kemur hann að slagið inn og las alltaf einhvað fyrir mig. Og svo í daginn, hann takk ég eftir í hvernig orðið vinnur, hvað þar þarf að, hvort að það þurfi ekki að óma og hljóma. Og einu sinni kemur hann inn og lesum oftar, og nú er hann að tala um tunguna. Hverslega skaðuræði tungan er. Og það var einhvað sem þessi þurfti að heyra. Það var einhvað sem tengdan beintið sínar aðstæður og kringumstæður í gegnum árin. Hann hafði séð aftur og aftur hvernig orð manna tæta og rifu niður annað fólk til agna. Bara í sínu lífi. Og þetta fannst honum mjög áhugaverð nálgun. Í raun og veru, eftir að þessi orð eru komin og ég er búin að taka við þeim eins og ég gerði því að þau höfðu mikil áhrif á mig og hafa enn. Þarna ekki bara dróðu upp einhvern sannleika úr mínu eigin lífi, heldur gat ég fundið þeim stað, já, út allt, og við getum enn í raun og veru fundið þeim stað. En þessi orð sem sagt fylgdu mér næstu ár. Það gerði svo sem ekkert meira nema þessi orð fylgdu mér og ég velti þeim alltaf annars lagi fyrir mér. Og þessi ágæti vinur minn, ég man ekki hvað ég bjó lengi þarna, ekkert mjög lengi reyndar, og meðan að hann var þarna og ég var þarna, að þá var hann alltaf annars lagið að koma og lesa, en sem sagt þessi orð urðu eftir en engin hinna orðana, hvorki fyrir eða eftir. Þessi orð urðu eftir, en það næði til þess að þau leiddu mig til Guðs að endingu. Hann sá verkið. Ég man eftir því að hann var eitthvað tengdur ungu fólki með hlutverk sem var þá uppi, þetta er 89, var svona svolítið heillaðar að þeim og alltaf að bjóða mér með á samkomu, ég veit ekki koma með á samkomu, en ég vildi það aldrei og ekkert með það meira. En sem sagt, svo gerist það, þá er ég fluttur upp á Grettisgötuna og það er í lítið risherbyrgi sem að gat alla skiptum skoðun í, það var svo lítið en mér leið mjög vel í, það er annar mál. Og einn daginn, þá sem sagt frelsaðist ég
ég frelsast með þeim hætti að ég opnaði sem ég var þá búin að eignast, lítið hver, margnotað og mikið lesið og lesi ykkur orð, man ekki hvað orð það voru og ég harma það, þá bara komið. Og það lögst upp fyrir mér Guð og það lögst upp fyrir mér hver Guð í raun og veru. Þetta er merkilegt. Fyrir mér það mjög merkilegt, já, ég held að þér finnist þetta líka mjög merkilegt. En svona þetta, svona Guð. Svona notar hann mig og þig og okkur og þennan vin minn til að koma þó ekki sinni með einum til sín. Sem sagt, þessi maður frá þeim tíma hefur verið hólpin manneskja. Og það nægir honum að vera hólpin manneskja. Þegar ég get ekki verið hólpin fyrir þig. Ég þarf að hugsa mína velferð og mína heill og hún liggur í Kristi. En það sem ég get gert, það ger ég boða öðru fólki trú. Og ég stend með orðið Guðs, ég stend með verkum kirkju og safnaðar. Það ger ég. Og ég segi inn aftur með biblíukennsluna inn í grunnskólana. Og önnur verk sem að kirkjan ætti að sinna en hefur kannski verið ítt til hliðar inn með þetta aftur. Verður af því þegar Guð vill og þá verður af því. Ég hef ekkert úrslita vald með það frekar en þú en einn annar en með Guðs valdi verður það. Það er bæn mín og það er bæn þín sem trúast manns. Því að kristnifræðin, ég lofa þér því, hún var ekki fyrir neinu kennsluefni. En ekkert lítið fannst mér hún leiðileg, það er allt annað mál. Það var nú aldeilis fínt að sofa í biblíutímanum. Og kom fyrir að maður gerði það, en hann var þarna. Strangt til tekið hafði ég enga skoðun á því hvort hún ætti að vera að fara, en mér leittust hún alveg óskaplega. En þá ég líka bara barn. Ég man ekki hvenar, ég held reyndar að þessi biblíufræðsla hafi ekki verið allan grunnskólan. Var hún ekki bara ykkur fyrstu 3-4 bekki, 3 bekkin eitthvað svoleiðis. Kannski man ég þetta ekki alveg, en ég held að hafi verið þannig ykkur fyrstu 3-4 bekkinnin þar sem að biblíufræðslan var kend og svo fylgdi hún ekki eldri árgöngunum. Það er eins og með minni það hafi verið þannig. En hún var þó allavega þá. Og það fætti enginn fingur út í þetta. Þetta var bara hluti námsefnisins eins og við lærðum að skrifa, við lærðum að rekna, við lærðum að lesa og við lærðum biblíufræði. En svo einhvern veginn fer þetta að breytast, kannski með alþjóðavæðingunni þegar hún er svona að byrja að koma inn til landsins, að hún breytti einhverju, menn við vorum að taka hérna inn fólk sem er allir virðingu fyrir þessu fólki sem voru annara trúar en við og við í meðvirkni okkar fórum að segja við eiginlega getum ekki boðið þessu fólki upp á, við verðum einhvern veginn að breyta grunnfræðslunni hvað biblíusögurnar verðar því að þetta fólk er ekkert trúað á Jesú Krist og lendingi varði eitthvað samsull sem heitir trúarbragðafræði sem er svona kennsla sitt lítið að hverju í bara öllu þessu kraðaki sem heita trúarbragð en engir sérstök lengur kristni fræði, ég veit ekki einu sinni hvort að menn séu með þessa trúarbragðafræðslu ennþá en ég fylgist lítið með námsdagskráni í grunnskólanum en ég vildi og segi fullum fetum að þetta er tekið upp aftur því að ég veit í dag gildi trúar biblíunar og fræðslunar upp úr henni því að engin önnur bók hefur frætt meira lífið sjálft og hvers vegna lífið er eins og orð Guðs. Engin önnur bók
hefur sagt mér skýrari og dregið upp sannleikan af því hvernig þetta er og af hverju þetta er nema orð Guðs. Trúin mín sogar og teygir hönd mína í orð Guðs til þess að lesa og fræðast upp úr bókinni, og alls konar myndir fara að skýrast og ég að skilja þessar myndir vegna þess að ég er undir afli sannleikans. Og sannleikur hefur líka svörin. Hvað eru svörin í heiminum? Og hvað eru þau? Þau eru allavega ekki þessar og hinn í lausninni því að menn hafa enga lausn. Er það ekki bara sannleikurinn í þessu ágæta máli? Ég sé engan sannleika. Ég sé hann í orði Guðsjú. Þar sé ég hann. Og hann vill ég benda. Hann vill ég kenna og hef kennt. Og umfram allt annað leitt sannleikunum að kenna mér sjálfum. Og þú skal trúa því að það sem ég er að segja hér, ég trúi á þetta sjálfu sem lausn, ekki frá mér komin, heldur úr orði Guðs. Það er lausnin. Þannig að þessi einstaklingur, hann dregur hring utanum orðið Biblía. Hvað sem þú segir. Hann segir, heimurinn hefur ekki þessi svör. Honum er ekki gefin þessi svör. Manneskja þarf fyrst að komast yfir til Guðs, þá er ekki að líkst þetta sjálfkraf upp fyrir henni. Hún segir eins og ég, hei, það er víst til orð Guðs. Það er víst til einhvað sem heitir Guð. Þetta er opinberun. Og þessa opinberun við Drottinn gefa þér rétt eins og gaf mér. Því ég er hvorki meiri eða minni maður en þú. Ég er bara sköpun Guðs eins og þú. Og sköpun Guðs maður hefur þennan rétt að eignast fá til sín sannleikan. Akkur er sannleikan? Að því að syndin er vaðandi. Þú fæðist inn í þessa synd og þú frá vöggu til grafar ert í undir afli lýginar, nema Drottinn miskunniði yfir sig og reisiði upp úr þessu. Og þú segir, það er til Guð, það er til sannleikur. Og það verður þín stærsta opinberun. Og fáið Drottinn að vinna sitt verk í þér, þá ferðu að standa með þessum sannleika og lifa í þessum sannleika og lífið þitt eftirleiðis er sannleikur. Og sannleikurinn segir sannleikan. Og það er mjög mikilvægt fyrir einstakling, hvort sem hann er ég að þú, að sannleikurinn fái að tala til okkar sjálfra. Og að sé sannleikurinn rétt uppbyggður, þá byrjar hann hér. Þú sér það allir fingur benda á þennan mann. Og hann verður að byrja þar. Ef ekki, gæti svo farið að ég sé að segja sannleikan, vissulega, ég er trúaður maður, en tryð honum ekki sjálfur. Og hvaða gagn er að því? Hvern sannfærir það séu málin þannig flutt? Þannig sjáum að orðið vill fyrst og fremst sannfæra mig að þetta og hitt sé sannleikur. Og svo förum við og segjum frá sannleikunum. Og þá er líka allt okkar á hreinu. Hvað er ég búin að tala lengi? Ég sé enga á klukku. Ef ekki segja þetta bara gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram að því að þú ætlar að biðja ekstra bæn fyrir þessu. Amen.